Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum stærð horna. Þegar við reiknum stærð horna þá þurfum við að kunna nokkrar reglur fyrst. Horn eins og við sjáum hérna séum við nokkrar tegundir af hornum, eða réttar að setja nokkur horn saman. Og þegar tvö horn mynda samtals 180 gráður, þá köllum við það grannhorn. Og ef það er gefið að tvö horn séu grannhorn, þá vitum við að þau eru samtals 180 gráður. Þegar við vitum annað, þá getum við auðveldlega að reikna hitt með því að draga stærðina á horninu sem við vitum frá 180 gráðum og restin er þá hitt hornið. Þegar tvær línur skerast, þá myndast horn á milli þeirra og þessi hérna horn, það er að segja sem eru á móti hvert öðru, kallast topphorn. En hornin hérna megin eru líka topphorn. Og reglan sem gildir topphorn er að þau eru alltaf jafn stór. Þannig ef ég veit þetta horn, þá veit ég að þetta er jafn stórt. Og ef ég veit þetta, þá veit ég að þetta er jafn stórt. Horn sem eru samtals 90 gráður, köllum við lagshorn. Og eins og með grannhornin, ef ég veit annað hornið og veit þetta eru lagshorn, þá get ég fundið hitt með því að draga stærðin á horninu sem ég veit frá 90 gráðum. Þá fæ ég mismunin og það er stærðin á hinu horninu. Reiknaðu stærð hornana A, B og C. Hérna má ég ekki mæla. Því að svona myndir, hvort sem það er í stærðfræði bóka eða prófið annar staðar, ef það stendur reiknaðu, þá eru myndirnar hafðar viljandi vittlausar. Því að þú átt að reikna en ekki mæla. Það þarf að passa að lesa fyrir manni. Á maður að mæla eða reikna. Og ef maður á að mæla, þá er engar tölur til þess að reikna út frá. Og ef maður á að reikna, þá er myndin vitlaust, þannig að það er ekki hægt að mæla. En við skulum byrja hérna. Hér er auðveldast að byrja á B. Hvaða tengsl eru milli þessara tveggja horna hér? Jú, þetta eru topphorn. Hvaða regla gilt topphorn? Jú, þau eru jafn stór. Þannig að B er 125 gráður og A er grannhorn við, þið sjá, hér er beinlína og meira segir beinlína hérna líka, en þið sjá fyrst að þessu er jafn stór, þetta er sami útreikningurinn. Þannig að hér þarf ég að gera 180 mínus 125 og ég fæ út úr því 55 gráður. Hérna eru það er sýnt að þetta sé, þó það standi ekki að þetta séu lagshorn, en af því að það er svona 90 gráðu hornamerki hérna, þá sé ég að þetta eru lagshorn. Og fyrst að þetta er 40, þá er þetta 90 mínus 40, þetta er 50 gráður. Þetta eru kölluð einslæg horn. Einslæg horn eru horn ef við erum með tvær línur og svo þriðja sem skerð hinnar báðar, horn sem eru sömu megin, þessi horn eru einslæg af því að þau eru bæði hægra megin við þessa hérna línu og bæði ofan við þessar tvær línur. Sama hátt er þetta horn einslægt við þetta horn er einslægt við þetta og þetta við þetta. Ef einslæg horn eru við samsíða línur eins og hér, hérna og hérna, þá eru þau jafn stór, þannig að X er jafn stórt og Z. Og það eru upplýsingar yfirleitt ef við eigum að reikna í svona dæmum, þá eru línuna samsíða. Því að hér segir það að hornin eru einslæg okkur ekki neitt, því að þau eru misstór því línurnar eru ekki samsíða. Hérna eigum við að finna hornin R, S og T og við þurfum að nota reglurnar sem við kunnum. Í fyrsta lagi vitum við vitum bara þetta horn hér og þá þurfum við að finna horn sem það hjálpar okkur í raun ekkert mikið að finna þessi horn hér, en við gætum fundið þau, en þetta horn hér er einslægt við, þessi horn er einslægt það ekki, bæði hægra megin við og bæði fyrir ofan. Þannig að þetta horn er jafn stórt, þetta er 80. Og ef við skoða hornin hérna þá eru topphorn hér það ekki. Þannig að þetta er líka 80 gráður. Síðan er hérna bein lína
Þannig að þetta eru grannhorn. Það er að segja, hér er ég með 180 mínus 80. Þannig að þetta horn er 100 gráður. Og þessi tvö hér eru topphorn. Þannig að þetta er líka 100 gráður.